Blóðfyrstu hlustendur, þetta podcastið 2 á toppnum, þáttur 83 og ja, nauðsyn kallar og krefst þess að hann verða mestur laður undir nýju Nosferatu-myndina sem þá árgerð 2024 versus 1922 sem var svo fyrsta. En áður en að lengri haldið þá held ég að sé best að skauta yfir smá áramóta uppgjör. Oddur búin að liggja sveittur yfir extra skjólunum og þegar ég ávarpa ykkur blóðþyrstir hlustendur þá þið flest reykvíkingar. Einhver hluta vegna Oddur þá mest hlusta á þátt í Reykjavík. Akureyri kemur svo þar eftir Kópavogur, Hafnarfjörður og Garðabær en sko, út af saga státaðist einhvern veginn því að sem sagt, hún næðist í 47 löndum, held ég að minni mig allavega. En 2 á toppnum, við erum ekki bara besta bíóhlaðvarp á Íslandi heldur í 48 löndum. Vá, það er þannig? Já, nei, ég vissi ekki. Og það efst á blaði Bandaríkin, Svíþjóð, Frakkland og Spán. Bandaríkin, vá. Já, skilst ekki alveg okkur. Svíþjóð, Frakkland og Spán. Okkur good old UK ekki þarna óalega en Nei, skellur. Ekki síðra, vinsæstu þættir síðasta árs, top 5, nummer 1, þáttur 50, snerting, með Baltasar Kormák sem gest. Já. Öðru sæti, þáttur 46, Baby Reindeer þátturinn, sem alltaf var legendary. Hann var legendary, mega sense. Þriða sæti, það þáttur 79, hann nýjastur, það Ice Guys og hann stór. Hann stór, já. Já, ég held að þú sagt hann stór, en þú sagðir hann stór. Já, Friðrik Dór. Fjóra sæti, já, gaman að því, það þáttur 45, Fallout. Ég nefnilega, það eiginlega magnað, sko. Þetta svona The Black Horse. Já. Þessi þáttur bara kom hvergi við sögu á nýjum fréttamilum eða neitt þannig. Nei. Þannig að vinsældunar eru óútskýrðar. Já, en alveg góðir tölvuleikja þættir. Já, frábær. Stefán Pettersson mætti, mástu. Og hann náttúrulega veit allt Fallout. Já, svo hann bara besta, sko. Í 5. sæti, þáttur 47, Star Wars, May the 4th Special þátturinn. Já. Og hann vil svo skemmtilega að annar gestur þess þáttar gestur þess þáttar. Pældi því. Bríðar Blær, mætt aftur. Ertu velkomin, Bríð? Takk fyrir það. Ég ekki Geir. Ekki meir Geir. Ekki meir Geir. Ekki meir Geir. Munið eftir þeirri fyrirsögn? Nei. Þetta var held ég... Var þetta fyrirsögn? Já, þetta var held ég plötudómur. Dr. Gunnar ekki skrifa hann með einhverja plötu frá Geir Ólasinni. Ekki meir Geir. Það er mjög gott. Já, þetta var svona einkenningin á Bríði. Ég hugsaði nefnilega, núna Tóti að gleyma því að kynna gestin okkar, sko. Alltaf gestinum. Og ákvað að segja ekki neitt og ég er mjög ánægð með það. Ég hef ekki sagt neitt. Skott, þú hefst kæft það, en það eru eðalagt þetta. Þetta var svona bilda. Já, það var mjög gott. Þú verður eiginlega látað að vara með við, en ekki það hafi skipt neina máli. En það ekki eðalega gott að fá þig, Bríð. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Þú, mjög spennt. Er það ekki? Þú ætlar að skila þessum þættin í top 5 vinsældatækna, ekki? Já. Sko, ein ástæðan fyrir að hann svona hátt uppi út af því ég spilaði bara á repeat heima á mér. Er það? Stanslaust. Já. Ok, það þetta mjög ég fannst þetta mjög góður þáttur. Já, hann var mjög góður. Nágrunum mínum fannst hann góður í fyrstu 3 skiptin. En svo... Já, þetta spildi mjög hátt. Já, ég fattaði ekki, ég hefði getað slögt á hljóðinu. Það var ekki fyrir svona eftir svona 2 daga. Já. Nei, ég man samt ándurs að öllu kannar slepptu. Þetta voru svo frábærar samræður. Þetta voru svo innilegar... Þú veist, við erum svo innilega mikla aðdæmdur. Já, þetta var Star Wars á dýftina, sko, umræðan, alveg. Ég fór að grenja. Nákvæmlega. Það gleymur svolítið í umræðan, ég fór að grenja í þessum þætti, sko. Það var hann að, þegar Tóti spilaði klippuna úr Kenobi þáttinn sem ég var ekki búin að horfa á, en ég er búin að horfa á núna. Ég fór beint heim að horfa á það, bara að hafa þá hreinu. Og grét meira. Og grenjaði meira, já. Það var ræðan hans. Já. Óbjóðan, ekki það? Nei, þetta var þannig að Darth Vader. Ræðan hans Anakin. Já. Þetta var allt saman mjög tilfinningarlegt. Þetta var mjög mikið, sko. Heyrðu, já, en þetta náttúrulega skemmtilegt, sko. Ég veit hvað þú fórst að segja að þú sett í jarðbundnar umræðu núna en í Star Wars umræðum þegar við erum komin út í Nosferatu. En fyrst, það eru bara ótíðandi úr Hollywood. Já, þetta eru... Oddur Ævar, fréttaritari. Hollywood brennur. Þetta hróttalegt, sko. Bara allt í einu fyrradag þá einhvern veginn breytist veðuráttin í Los Angeles. Það sem náttúrulega mjög þurrt. Og þessi gróðureldar sem voru þarna bara rétt fyrir utan borgina, þeir allt í einu bara mjög skömmum tíma, bara mjög skyndilega, bara ná í útkvörinn.
og sérstaklega í einu útkværi sem byrjar á P sem ég man ekki hvað heitir en það búa sem bara allar Hollywood-stjörnunar þannig að við erum að tala að sko stjörnunar, ég var að vinna frétt í dag á Vísi sem hafa mist heimili sín þetta eru svo marga stjörnur sko við erum að tala Anthony Hopkins, Billy Crystal Paris Hilton hún að Vísi mistir enda bara sko strandhúsið sitt í Malibu sko hann í orkinni aðeins minna en þetta er samfélagilegt Anthony Hopkins heldur ekkert sko, hann ekkert á götunni Nei, það er náttúrulega ekkert á götunni Ég hef búða litlar áhyggjur á þessu fólki satt best að segja Ég er að follow hana Kate Beckinsale á Instagram hún þykir rosalega vænt hana hún er svo, ég tengi við hvað hún er klikkuð og hún er mestu húsið sitt líka Sástu Instagrami hjá hana? Hún bara tala hún náttúrulega býr bara hana með dóttur sinni hún var að segja það bara öll æska dótturinn að vera horfin sko. Það er náttúrulega versta sko. Það er allt í lagi steinsteipan og timbrið og allt það sem er náttúrulega bætanlegt en þeirra, hvernig heldur mjög til líðið bara, allar víniplötuna mínar og allir geislatryggarnir mínu DVD og Star Wars dóttur myndi bara brenna Ég held að það verði leiður Já, sennilega Það var einmitt eitthvað viðtal og eitthvað bandarískan íbúðarna sko. eitthvað íbúðar bara sem býr hérna sem að misti allt sem myndra af þessin sem er alveg regalegt sko. En hvað er þetta, ég hef ekki náða að fylgjast með fréttum í dag, hvað er Hollywood-skiltið, er það on fire? Er þetta í hlíðunum? Nei, ég held að það sé ekki on fire sko. Síðast sem ég heyrði að vara í sömu hlíð þá væri aldar sko. Þannig að það geti alveg gæst að kaup nýð sko. eins og ég skildi sko. Svo er náttúrulega svona eitt, það er alltaf eitthvað svona smá poetic justice í öllu James Woods og leikari sem ég fíla mjög vel en náttúrulega djöfisins skítall allt rætt fóbjáni Hann er búin að vera helvíti kátur með þegar að vera að sprengja hérna á hana fólki á Gaza, finnst þetta bara hið besta mál. Nú er hann bara tárvotur og hágrenjandi núna, bara húsið hans er brunni. Einmitt. Hann bara skipta vel eitthvað máli hver þú ert, sko. Það er aldrei gott að missa heimili sitt, sko. Hann mætti kannski hafa það í huga, næstur hann er að fagna sprengjaárásum á fólk sem á ekki neitt. En sko, ég veit að þetta er kannski alkunnað að vita þetta allir, en finnst ykkur ekki merkilegt það búa bara allar svona þessar bandarísku stjórnir, það búa bara allar á sama blettin finnst ykkur ekki merkilegt? Það er einhvern ég ímyndaði mér þetta samt ég er svona, ég veit ekki, kannski er þetta að ég spilaði Kim Kardashian leikinn í símanum mínum Þú þekkir þetta? Já, mér líður svolítið eins og ég hafi búið hana sjálf Já, ég veit ekki hvort það hefur spilað hana leik Nei, hvernig er þessi leikur? Ég vissi ekki að það er leikur um Kim Kardashian Hann er glataður Þetta er hannað til þess að þetta er svona microtransaction svona alveg rosalega mikið og hann basically snýst það að maður er að vinna í búð sem ég tengdi persónulega mikið við og tengi við en svo ef maður er að loka þá kemur Kim Kardashian allt í hennu inn og beður mann að hafa búðuna að opna þess lengur og út af því að maður gerir það þá verður hún vinkona manns og þá fer maður svona inn í stjörnuheimin og maður byrjar að módela og eitthvað svona og svo það maður borga fullt af pening til þess að vera í fínum fötum svo ríka fólki gerir ekki grína manni og verður svo eitthvað drama þannig að þetta kemur eiginlega bara að kjarna málsins ef þetta rottar þetta lýsið saman þú veist hvað heldur að hafa vilja bara eitthvað búa bara hliðina á okkur bólum í hérna grái eða eitthvað þú verður alltaf að hlæja liðinu í hallaræslega fötunum sin þetta verður að vera náttúrulega í sínum heimi það er þreytand lengdar sko við verðum að bara geta sest niður og ekki þurft að standa upp og benda En var í Grafur ekki einlega svona Beverly Hills Íslands Hvað er það slá saman Garðabæ og Grái? Ég geri það stundum sko Þetta er svona hlýr svona uppi og svona tankar Getur ekki verið að hengja því eitthvað landfræðileg smáatrið Þetta eru svona metafórur sko. Já, minnar Heyrðu, svo var hérna hvað var þetta á sundarskvöld, Golden Globe Einmitt og í lífið á Vísi var alltaf alveg á tánum Já, lífið á Vísi algjörlega á tánum þannig eru sko myndir, mér finnst þetta bara svo merkilegt myndir sem er að vinna allt, hvað heitir hún alltaf? Þú hefur séð hana? Emilia Perez Ég hef ekki eins og séð hana, vissi ekki ótrúlega skrítin mynd ég fór á hann í bíó en ég vissi ekki hvað hún var því að ég sendi á vinkonum mína hvort hún vilja hittast í kvöld og hún ekki bara já svo sendi ég á hana hvað ég var að gera og hún bara viltu kíkja á þessa mynd í bíó og sendi mér eitthvað link Er hún búin að vera í bíó? Já, hún er Bíóparadís er búin að bara bera kúfin á þessum, þetta er allt svona myndirna sem eru á topp 10 bestu listum eru allar myndir sérst á svo eru núna rakni velunum Þetta er bara eitthvað svona sem hefði bara verið hérna, eitthvað arti dæmi í gamla daga sko. Eitthvað indie myndir þetta er náttúrulega bara í Bíóparadís Mér finnst það skrítnast að þessa mynd samt sko. Hún er öll á spænsku gerist að mestu leyti í
Mexíkó minni mig en þetta frönsk mynd Þetta er frönsk mynd sem hefist rosalega skrítið það er ekkert þú veist, hún bara fullkomlega mexikansk mexikósk, segir mexikósk ég veit það ekki sko, það komið það byrjaði að segja mexikósk núna ég er svo gamall að ég segi alltaf mexikansk sko. ég er svo ung, ég segi alltaf mexikansk það er frábært en ég vissi ekkert þessa mynd og ég kíkti ekkert á hana þannig að við setjum svona niður og ég vissi ekki einu sinni sko að aðalkarakterinn væri transkona þannig að ég sitt hana og svo byrjar hún og þá kemur þetta og ég bara og það er alveg stór svona hluta plottinu ekki? Já, þetta er svona svolítið snemma þetta byrjar á Zoe Saldana þarna eitthvað það byrjar allt í hún að syngja og þetta er söngleikur Þetta er söngleikur? En þetta er söngleikur sem fjallar eiturlyfjabarón sem er transkona og feikar dauðan sinn Já, ok og svo snýst myndin í raunum hana að reyna að endurtengjast börnunum sínum en án þess að segja börnunum sínum hver hún er og bara lígur að þeim að hún sé frænka þeirra eins og þetta sé ekki nógu mikið af sögu þá líka gert þetta söngleik þetta var rosalega mikið og það eitt lag sem að ég var búin að svona traumablokka út úr hausnum á mér eftir að hafa síðan og ég var næstu í gengin út sko í byrjun ég var alveg bara svona þetta er svolítið, þú veist, þau voru alltaf að miskynjana í byrjun á myndinni alveg bara stanslaust, læknar og þú veist, aðalkarakterinn, ég kom með nýtt term fyrir þessa mynd þið veitum white savior trópið já, ég kom með þess að cis savior því að það er svolítið Zoe Saldana í þessari mynd þar sem að hún er svolítið svona að hjálpa transmanneskinu en myndin snýst í raun Zoe Saldana af ykkur ástæðu þráttur að myndin heiti Emilia Perez og þú veist transkon í raun aðalkarakterinn en samt einhvern veginn snýst þetta við sjáum þetta allt frá sjónarhorninu hennar Zoe Saldana í myndin sem er rosa skrítið Þannig þessi mynd að vera besta mynd á skoðinu Já, örugglega Vá, þetta hljómar þannig allan Já, en þetta, mér finnst það hljómar mjög áhugavert alveg samt að þetta með söngleik ég er með smuklu söngleikafóbíu ég er svona smá eitthvað kemur hika á mig sko Já, en þetta er greinlega mynd sem maður þarf að sjá sko. Ég mæli með að horfa á hana sko en bara, já, byrjunin er röff en hún verður rosalega góð wow. Hún tekur sér alveg sko, já Góðan tíma. Ég er ánægð með að ég labbaði ekki út ok, það er ok og ég er búin að skrifa þetta hjá mér þetta cis savior, við verðum að nota þetta mikið við koma þessi umferð, þetta er ógeðslega gott nikk ég sé bara eitthvað fyrir mig, ég veit ekki af hverju bara þegar þú segir þetta Bríð, mér finnst þú típist eitthvað sem akademia mun svo velja bara besta myndin, þetta er besta myndin en en Demi Moore vann Golden Globe fyrir The Substance hún nefndi að hún var bara, þetta var svo fallegt moment í ræðan hennar, mér finnst þetta eiginlega hábúndurinn og það virðist svona flestum finnast þetta að vera hábúndurinn þegar við dyrkum hana höldum svo mikið með henni hún alltaf nefnir bara í ræðinu sinna hún hafði alltaf fengið að heyra, hún væri bara svona pokkosleikona skilu, þú ert bara svona, þú veist, þannig að hún bara svona hún sagði bara, hún hefði bara látið sjálf sér trúa, en hún myndi aldrei hún ætti ekki að vinna svona vel svo fallegt svona bratt pakk náttúrulega, hún er úr því gengi sko þetta er nú svo, ég var nú sagt þegar ég var ungur og var mikið að horfa á James Bond að Sean Connery myndi aldrei fyrir Óskarinn því að maður sem hefði leikið James Bond gæti aldrei fengið Óskarinn þú veist það er svo mikið lágkúra bara 87 á trómar okkar kallið upp bara með styttu Untouchables, besti aukaleikarinn þannig að það er alltaf þetta er svo fallegt, þessar sögur svo var ekki Jodie Foster að fá verðlaun fyrir hversu lengi getur hún fengið verðlaun fyrir þetta er galið besti við þetta náttúrulega því að það var allir svo fúlur út í þess þætti hún fannst þetta leiðilegir og glattaður og missefnaður og eitthvað mikið vók og allt mjög finnst þetta alveg hilarious en ég samt skil ekki alveg Nei, mér líður eins og hún hafi verið að fá verðlaun fyrir þess þætti í svona 2 ár er þetta ekki önnur Golden Globe verðlaun sem hún fær? Mér líður eins og þessi þættir hafa komið út fyrir svona allavega 3 árum Hvenær komu þeir fyrir? Þetta er vorallega í febrúar Ég var að hugsa framlistuna við vorum að skrifa einhverja fréttir Dalvík sem var breytt í Ennis, Alaska í fréttablaði sem búið að döknast í 2 ár en það var alltaf líður tími á milli Ég var einmitt spurningar þetta rúf það sem ein spurningin er þetta frétt og ein spurningin snýst minnismerki í Dalvík
kannski má ég ekki segja þetta, ég veit það ekki Jú. En já, þú veist, að því að Dalvíkingar náttúrulega voru að pæli að fá bara minnismerki tökurnar sko. sem er þetta að gera við erum að halda í íslenska smáborgarapleppan þó að við séum komin á heimskorti er ekki eitthvað svona Eurovision safn á Húsavík Jú, heldur betur sem að Will Ferrell var að sjálfsögðu Ok Er þetta þá ekki bara afgreiðsla 2 á toppnum á þessu Golden Globe og þessum eldi? Jú, var það ekki? Jú, ég meina, þetta var á sunnudagskvöld að við erum að taka þetta upp á 5. News er ekki news nema það sé news Einmitt, sammála, ég sammála Þú varst líka búin að deila þessu á toppfólkkópin fréttin inn á Vísi, þannig að þetta ætti alveg að vera komið til skila Einmitt Hvað er þá að fara að tala vampírur? Nosferatu Okkar maður hvað heitir hann aftur? Eggers Já, við erum ekki alveg sammála að hann sé endilega einhver okkar maður en hann heitir Robert Eggers gerir Northman Witch og Vitan Lighthouse nú er hann mættur í Nosferatu og er mikill aðdáandi að einu sögn gömlu myndarinnar og Nosferatu er hvað, einhvers konar, þetta er einhvers svona endurgerð á réttindalaus endurgerð á Dracula Já, ég var að skauta hans yfir kannski það og þá kannski því að við erum alltaf að reyna að temja okkur að leiða hlustendur inn í umræðina með því að segja hvað myndinar eru við endum á því Við erum mjög lélegir í svona þessari dagsafstöð Já, við vorum flett þessu upp á hana hún á að gerast í 1838 í meintu Þýskalandi þar sem að Þýskaland var ekki til sem slíkt 1838 eins og Bríett benti hérna og þessi sögulega staðrind var nú líka eitthvað eyðileggja fyrir þér myndin það ekki, sást ég hugsa svona, var þetta ekki Prússland á þessum tíma? Ég hugsa þetta í alveg Já, ok, það er sérst í smábænum Vísberg 1838 Já og svo er náttúrulega bara grunnplottið sögurinn er náttúrulega bara Bram Stokers Dracula sko. Er það ekki? Jú, það er bara þannig Þetta er vampíra sem er með konu og heilnum sem á mann Já, og náttúrulega maðurinn fer til Transilvaníu sem lögmaður að fasteignarsali að ganga okkur díl við vampíruna og sem heldur honum fengnum og drífur sig náttúrulega í Bram Stokers Dracula þá náttúrulega fer hann til London en þarna bara skreppur hann til Vísberg í tilvonandi Þýskalandi og bara svo sem allt gott það að segja sko, nema sko að hvað heitir hann? Murnau sem að gera þessa mynd árgerð 1922 hann er náttúrulega bara að stela sko, hann gerir þetta bara hann tekur Bram Stokers bara bókina ófrjálsri hendi og skrifar þetta handrit hvað var ekki sem daginn Dracula kom út 1897 og þetta er alveg merkilegt að ekki að Bram Stokers hún bara fer fram á lögbann vill bara stoppa þetta og þetta eru dómsmál fram og tilbaka og í stað þess að fara fram á fébætur þá krefst nú þess að öll eintök af Nosferatu verði eyðilögð og það var gert það var gengið af einur og festu í það mál Í alveg? Já Fælti hvernig þetta er gaman að leiki mynd og vera leikstýra mynd og bara henni svo eyðileggja þetta og mátti ekki sína þetta nema svo eitthvað vegna þá fannst ein spóla í London og ég held að það sé ekki sko fyrir að það filmubóks rata til Bandaríkjana þá verður þetta svona bara instant hit sko og þetta er náttúrulega, gamla myndin er náttúrulega alveg einhvers konar snild sko en það bara munaði engu að þetta myndi bara hverfa ósíða þetta er svolítið eins og áramóta þáttur nokkaróttur sem var tekin upp og kom að heyra þau í brið Já, ég var búin að heyra þau Þetta er eiginlega bara sama sagan Ég hef aldrei verið bara mjög sorglegt Þetta var hrikalegt sko. Ég geti talað það í allan dag Ég veit ekki hversu lengi ég geti talað Nosferatu en er ekki helsti munur Nosferatu er fjall ómyndalegur, ógeð og meðan Dracula hann er hung Dracula er sögulega mjög sexy sko, og hefur alltaf komið fram mjög sexy þannig að það er smá sjokkerandi að sjá þessa mynd og Dracula Orlok okkar er bara ógeðslegur alveg bara í orðsins fyllstu merkingu Hann er samt í þessari nýju mynd hann er minna ógeðslegur heldur en í gömlu myndinni Mér finnst það
ekki Nei, mér finnst hann líka, Ok. mér finnst hann flottari í gömlu sko. Þeir eru ósamála Já, Mér finnst hann þannig. líta út eins og svona hvað heitir aftur hann að naktarottan Naked Mole Rat já, svona, já, mér finnst hann líta þannig út og hann er með tennurnar og allt sko. En hann er sko Já, hann er hann er svona mennskari í útliti heldur en Max Reck hann í gömlu sem var aðalega hendurnar og klædnar og svo stórar sko. Já. En jú og þetta svo náttúrulega gat Dracula hann kann náttúrulega líka brugði sér í allra kvikna líki en jú, hann er sko aðalsmaður og flottur gaur sko. En það er samt eiginlega bara Bram Stoker nei, það var ekki Bram Stoker, aðeins áður þegar vampíran var í öllum svona þjóðsögum og það sem hún hefur verið við líði sem hún alveg bara frá Rúmeníu til Kína sko. Það er vampírur búin að vera út um allt við hefum ekki okkar útgáfið sér tilberinn sem að sög svona læri á húsfreyjum í Moldarkofum Jú Tilber, hvað er það? Tilberi, það er svona þjóðsagnar monster, íslenskt Ég hef aldrei heyrt það Nei, Vil ekki heyra það Nei, ok, en þannig voru það nema sko, og þetta er náttúrulega tengist rómantísku stefnu ég veit ekki, náttúrulega ég veit svo ógeðslega mikið þetta, ég er svona eiginlega kansilir að ég fjórða gestin, eða öðrum gestin sko. Nei, það er The Haunted Summer sem er þeirra rómantísku skáldin Shelley og Byron og Mary Shelley, kærasta kona Shelleys og Dr. Polidori sem var lækningans Byrons /dílerinn þau eru að chilla við Genfarvatn sumar eitthvað 1800 og eitthvað og þetta sem sagt þetta sumar til skilaði sko af sér tveimur sem sagt frægustu hryllingskrifslum sögunar, það er Mary Shelley, kottnung hún byrjar að skrifa Frankenstein Modern Prometheus og Polidori þessi sem var nú held ég fyrir eitthvað leðilegur hann skrifaði sem sagt vampírusögu sem heitir bara The Vampire og þar er talið að hann byggir vampíruna sína á Lord Byron sem var náttúrulega bara fyrsta popstjarna heims sko og var sagður mad, bad and dangerous to know Vissur þetta Bríð? Nei, ég hafði ekki heyrt Þetta er mjög skemmtilegt sko Það er einlega verið að svolítið að sprengja heimsmynd mín að ég held að Dracula hefði verið til í alvörunni Já, hann náttúrulega nafnið sko, hann var jú, hann Já, það var hann var grimmur stríðsherra Vlad the Impaler sem var alltaf að berjast við Tyrki og Ottomanveldið og var þetta legendary fyrir að stjaksetja óvinni sína þegar hann náði þeim sko Það er ógæslegt Já, mjög ógæslegt sko En hvernig fannst ykkur þessi mynd? Viljum við tala um það? Já, vilt þú ekki byrja bróður? Við höfum ekki talað um þetta off-rec sko, eða off-air sko, ég veit ekki neitt eins og kannski hlustendur sem hafa hlustað á þetta áður vita, þá horfi ég ekki á hryllingsmyndir Nei, ég var hræddur við hryllingsmyndir En ég er núna að byrja að láta mig detta þennan stjaka segjum ekki stjaksett sjálfan mig í nafni málstaðarins Já, í nafni Tveggjatónum og ég fór að þessa myndi bíó og ég er náttúrulega held hún er alveg hrikaleg sko og hryllileg svo var hann ekkert eitthvað svo skeri sko. En þú veist, ég átti mjög erfitt í byrjun og mér fannst þetta sko, þú veist ekki segja náttúrulega hárreitur maður í þetta ég hef séð Northman, ég hef ekki séð hína myndina hans Hefur ekki séð Veits? Nei, okay. Nei, það er hryllingsmynd, sorry ég hef nefnilega heilt að hún sé alveg hræðileg eða þú veist, það er að segja hryllileg Góður hryllingur En ég fíla hana en sko, ég hef ekkert sko sérstaklega skoðanir á henni ég gaf henni minni mig á Letterboxd þá gaf ég henni sko 3,5 stjörnur af, þú veist 5 mölum bara fín mynd, góð mynd ekki við sem að ég muni sjá hann aftur mér fannst endurinn bestur endurinn var stórkostlegur Þetta tala um síðasta ramman eða bara síðasta hálftíman? Bara allra, já, bara síðasta hálftíman og bara síðasta ramman líka sko. Já, hann er alltaf bara písuvart sko. Og leikararnir eru náttúrulega ég vissi það ekki en ég elska Lily Rose Depp greinlega, mér fannst hún geggjuð ég elska foreldrunar sérstaklega pappinar Já, Johnny Depp en mér finnst líka Nicholas Hoult skemmtlur Hann er rosalega góður í að vera svona dauðhræddur og alveg svona mannleysu maður svona. Er það ekki það? Og það er svo gaman við
mér finnst búið gaman að horfa á myndir þar sem hann búin að vera svona aumingi alla myndina og svo kemur allt í einhver smá bakbein í hann alveg í blá lokin og ég gaman að því. Hann sá leikari. Já, hann rosalega góður í og hann líka bara, ég talaði við vini mína þetta, það rosa gott casting í þessari mynd upp á það að það líta allir út fyrir að þau gætu verið frá þessum tíma að einum leikara undanskildum og það hann Aaron Taylor Johnson. Já. Sem var þarna vinur hans, mér finnst hann bara allt of myndalegur. Já, það ekki gæðin sem að var að tala með næstu James Bond? Jú. Okay, mér finnst hann of svona, þú veist ekki beint myndalegur, mér finnst hann bara svona hann of snoppufríður fyrir þetta tímabil fyrir mér, en þú veist Lily Rose Depp, hún alveg með þetta Tim Burton stóru augun alveg. Og það allir, mér finnst allir passa rosalega vel inn í þetta. Hvar hefur maður séð þessa Lily Rose Depp? Ég veit bara hún veist, þetta náttúrulega tvö Nepo babies sem að bera þessu mynd upp. Ég náttúrulega, hvað ekki, Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, ég náttúrulega trúði ekki að þetta væri hann. Hann ekkert líku sjálfum sér og fór hann var heldur ekkert líku sjálfum sér þegar hann var trúður nýtt. Hann aðeins líkari sjálfum sér. Hann líkari sjálfum sér. Maður sá ekkert á honum í þessu. Var þetta röddin hans? Þetta var röddin hans, hann fór víst í einhverja markvisa talþjálfun og bara æfði sig. Það var eina sem var sexy við Nosferatu röddin. Getur leikað eftir? Nei, og líka sko málrómur þeir bjuggu til sérsta tungumál fyrir þetta. Nú? Já. Hann að tala eitthvað sem að Eggers og handritshöfundurinn gott sem ekki eitthvað málfræðingur eitthvað svona giska á að gæti hafa verið eitthvað Transylvaníu mál kokteil af latín og þýsku sjálfsagt eða eitthvað ef allar samt þýsku eða Þýskaland var ekki til hún hefur allar leikið í neinu bara svo að það komið fram hún þá bara alveg fræg fyrir að vera dóttir Ford hún var náttúrulega í The Idol sem voru rosalega vinsæli þættir þeir voru svona umdildir já, þeir voru umdildir með Weekend já, sem alveg átt að vera eitthvað geggja og svo bara reis upp eitthvað reiði alda og þetta var alltaf prump sko Nei, því að mér finnst svona flestir sem að ég sé til og heyri vera mjög ánægð með hana og hann Bill en svo ég búin að sjá eitthvað líka verið að henda skíti hann og þá það náttúrulega bara þegar hún það verið láta hann að gjalda held ég að foreldrar sinna þessi Nepo baby ef þeir eru hæfileikri hvað verða þeir að fá náttúrulega að njóta sín maður ekki halda niðri bara út af mömmu og pappa Nei, ég meina á mér hún bara algjörlega flytt karið þetta hlutverk hvernig fannst ykkur læknir hann, Ralph Ineson? Þetta náttúrulega bara Eggers regular þetta er fjölskyldufæðurinn í The Witch talandi sexy raddir já, þessi gaur röddin alveg miklu meira hot en hann sjálfur En hvað heiti gæðin sem að leik yfirmanninas Holt sem að var svo hensmenni hann var uppáhaldskar það ekki? Þetta var náttúrulega þegar hann var með dúfuna hann myndi mig á þarna hvað heitir aðal dvergurinn í Mjallhvíta dvergarnir 7 já myndi mig á hann Grumpy eða Snotty hann feiti pattarleik hann Simon McBurney og hann sem sagt leikur Herr Knock já og sem er basically Renfield í Dracula Tom Waits leik þessa típu í Bram Stokers Dracula eftir Coppola til dæmis og Nicholas Hoult hvern lék hann í var ekki að koma önnur vampírumynd bara nýlega með Nicholas Hoult og þarna Nicolas Cage ég sá hana ekki Longlegs nei, þetta var alveg hardcore vampírumynd hún hét Renfield einmitt, hann var Renfield Renfield svona mennski þjónn Dracula og náttúrulega eyðir mestum sínum tíma í þessari mynd og í bókin líka náttúrulega frá hæli þess að hann geta flugur og dýr lifanda því hann búin að læra það að getur líf Nei, það er ekki að tala dúuna vil ég tala dúuna? Ég horfði undan þegar hann beit en svo þegar ég horfði aftur þá mér fannst hálsin eitthvað svona það var eitthvað við hvernig blóðið var að koma út mér fannst það ekki líta vel það var ekki flott Nei. En svona fyrir dramatic purposes þá hefur hann þurft að hitta þarna á slaga þess að hafa flottar skrekki
En ok, Oddur bara svona lala, hvað fannst þér? Nei, mér finnst þú góð góð, en já, ég er eiginlega bara svolítið sömu blaðsið, mér fannst hún þetta var mjög falleg mynd, það var mjög gaman að horfa á hana ég sofnaði ekki, ég var sem sagt ég ætla að nýta þetta tækifæri til að hrósa lúxusalnum í Álfabakka maður getur halla stólum aftur og mér fannst það geggja og ég bara farið í lúxusalinn í Smáralind og hann glataður já, er ekki að halla sér það, bara að láta lappinur upp já, það er eitthvað en þarna já, ég sofnaði þess að ekki þrátt fyrir að liggja þarna alveg með stólinn alveg lengst aftur með úlpuna mína yfir mér eins og sæng og voða kósi en mér fannst myndin ekki hryllileg ég var ekki hrætt á neinum tímapunkti, það var eitt jumpscare sem náði mér næstu en það var svo langt build upp í það að það náði mér eiginlega ekki það var þannig að, já Manstu eftir, var það Emma Corrin? Já, það var þegar hún var þannig að lappa Já, það var mjög óþægilegt Já, mjög óþægilegt Og svo horfði hún aftur þá var hún allt ína komin Þá leið mér mjög illa, þá held ég augun Já, en ég var samt svona á þeim tímapunkt út að það var allt búið að vera svo blík ég var ekkert að búast við því að myndi neitt lifa af þannig að það voru eiginlega engin stakes fyrir mig lengur ég var bara svona, Já, en mér fannst hún ekkert svona Já, eða þú veist, það var svolítið svona Já, en mér fannst hún góð en mér langar ekkert að horfa á hana aftur allavega ekki strax ég held að ég myndi vilja sjá hana aftur ef ég geti séð hana aftur í bíó eftir svona 5 ár það var ég ekki eftir en þú veist, ég nenni ekkert að horfa á þessu mynd heima hjá mér Nei, þetta er svolítið mikið bíómynd sko Rosalega bíómynd og Willem Dafoe skemmt sér ekkert eðla vel í þessar mynd það er augljóst hann er geggjaður í öllu sem hann gerir að vísu er það málið, hann er alltaf geggjaður en það er svo mikið af svona cross-tengslum í þessu að ég held að verið 2000 þá sem sagt, var gerð mynd sem heitir Shadow of the Vampire sem er sem sagt, gerð Nosferatu og gengur út á þá pælingu að Max Schreck sem að lék Nosferatu hafi verið vampíra Þetta er ógeðslega góður móli sko. Þetta er ógeðslega gott váka það er gott koncept En Willem Dafoe lék Max Schreck í þeirri mynd sko. Nosferatu sko. Þannig að hann er hann að koma einhvern ring Alltaf sama batsmóðin sem ringir Núna er hann að taka Nei, sko, verður maður ekki að sjá þá myndið? Jó Er það ekki ógeðslega að fyndi koncept? Jó, sko, ég sá hann alltaf hún kom og eftir 2000 tíminn liði svo hratt alltaf fárlegt þessu 24-5 ár sko en það er bara þannig Já, ég man eiginlega ekkert, ég man að mér fannst hún ekkert speð sko en ég þarf bara að kíkja aftur á hana Þú veist, eftir að ég sá þessa myndun í bíó þá var náttúrulega ég búin að horfa aftur á gömlu frá 22 sem ég á svona 3 mismunandi DFT-útgáfum sko. Og svo í gær var ég að horfa þarna Last Voyage of the Demeter sem er sem sagt þarna myndin sem kom í fyrra sem er bara siglingu sem sagt Dracula og kistnana með moldina sko, til London hún er eiginlega léleg en ég hef samt gaman að henni og ég er bara svolítið á skjörnum ykkur vegna þess að Nei, það eru mjög margir sem eru bara yfir sér efnir Já, nei, ég er ennþá brátt með þessi mynd er einhvers konar meistaraverk ég bara ekki búin að negla henni hvernig en mér fannst hún bara geggjuð Það er ekki bara að því að þú veist fyrir sko, þegar ég veit ekki með príði ég ætlum að segja eins og við vitum bara og hlustunum vita, ég er ekkert eitthvað mikill hryllingsmynda kall sko. Vampírur hafa ekki gert mikið fyrir mig sko, undanfarn ár þannig að þetta er kannski bara ekki mitt dæmi en sko það sem er killarinn fyrir mér er að ég gjörð ekki þessa sögu svo gjörsamlega að lesa Dracula 3 og sjá alla Dracula myndur og sjá gömlu myndin og okkur og allt þetta og ég fór klukkan 10 og var búið upp á 30 mínútur auglýsingum og trailerum þannig að myndin byrjaði klukkan 10:30 og ég var þreyttur sko þegar ég fór á stað og taldi mig bara þekkja þess að sögu út bara inn út þannig að ég átti ekki von á því að ég er neitt sérstaklega pepp sko þannig að hún náði mér algjörlega og ég var bara hrifinn og bara og bara náttúrulega sum skotin og rammarnir þetta er náttúrulega bara sturl það sem ég elska sko. hvernig hann tekur og líka eins og fyrir að segja sko, þetta er falleg mynd mér ég er náttúrulega svo mikið hryllingsfrík og náttúrulega dýrka vampíru en ég var ekkert að sækjast eftir einhverjum ég átti ekki vona að ég var að fara hryllingsmynd bara heldur meira svona þetta er náttúrulega eitthvað creepy en það voru svona senur sem að vöktu hjá mig svona eitthvað svona ekki óhug en svona eitthvað svona ok, þetta er svolítið spooky eða eerie eða eitthvað
og svo bara fannst mér hún bara á köflum bara vera bara erotísk sko mér finnst bara suma senurnar voru bara hot sko mjög erotísk ég sko til að útskýra aðeins af hverju mér fannst hún ekki hryllileg samt bara það að sko mín fyrstu kynni og ég held að þetta hafi verið rúslega mikið hjá minni kynslóð að okkar fyrstu kynni á Nosferatu var í Svampsveinsinni veit ég hvað ég að tala ég held ég veit það þetta atriði í Svampsveinsson þetta var eitthvað það voru allir svo hræddi við slinging slasher og það, þú veist svo var þetta ekki neitt, það var bara eitthvað gæi haldandi sem var að reyna að sækja vinnu og svo voru þeir að fara yfir svona alla skrýtnu hlutina í þættinum sem hefði verið að gerast og það var verið að útskýra og svo komaði endanum eitthvað bara en af hverju eru ljósin alltaf að flökta svo horfa allir til hliðar þá stendur þessi Nosferatu bara þú veist þá búið að taka úr myndinni sjálfri Nosferatu þar sem hann stendur og það búið að setja hendina hans á takka, svona ljósatakka og hann að slakka að kveikja ljósinu bara og þá segja allir Nosferatu það voru mín fyrstu kynna Nosferatu og þannig að mér fannst hann ekki træðilegu til að byrja með en svo seinna meir þá byrja ég á Tumblr og þá fyrst heyri ég Nosferatu sem mynd og þá talað þetta sem eina af fyrstu hryllingsmyndunum og hún var svo hræðilega fólk að leiði við fólk og blablabla þannig að ég hafði rúslega háar væntingar fyrir hryllingin og svo sé ég þetta og ég bara eitthvað þannig að ég var bara með mjög háar væntingar fyrir að verða hrætt en ég var það ekki Nei, þú hefur svona verið að leita að effektinu og hefur verið að sjá þetta 1922 sko. Já, basically Nei, því að sko þetta náttúrulega ekki kannski góð fyrstu kynni af Dracula og Nosferatu og vampíru í Svampsveinsinni sko. Já, nei En eina af fyrstu vampírumyndar sem ég sá, ég mælum með fólk reyna að finna hana, hún heitir Love at First Bite gamanmynd með George Hamilton og einu fyrsta atriðum þá kemur hann eitthvað inn í stofu og rauðvínsglas, náttúrulega ekki með rauðvíni sko, drekkur Renfield, body heat next time Já, svo tekur hann líka tvist á Children of the Night, shut up skemmtilega mynd ég tengi vampíru einlega bara við kynlíf sko það bara Twilight, True Blood það bara þegar ég ólst upp þá var þetta bara dirty sexy times ég held nefnilega að þú tengdir þetta bara við kynlífa þegar ég væri búin að fræða þau þetta sko ég skal nú taka þann fyrirlæstur eftir en sko þessi mynd já, þetta remake af Nosferatu en þetta samt eiginlega meira bara enn ein Dracula myndin en þá bara bestu Dracula mynd bara for decades þetta miklu betri Dracula finnst mér heldur en Coppola myndin frá 92 hún þótti var það ekki eitthvað svona aðeins hún eldi náttúrulega alveg söguna veist, það bara alveg Keanu Reeves sem var ekki góð Keanu Reeves var náttúrulega ekki góður Nicholas Hoult eða hvað hann heitir, hann var harkar sko en það voru sprettir þar og þannig að hann náttúrulega alveg að taka atmosið og allt þetta frá Nosferatu 1922 en fyllir aðeins meir upp í með bara texta Stoker þetta þetta endurgerð á rip-offi af skáldsögu með meira dassi af skáldsögu þetta eitthvað ógeðslega fyndið tvist sko en bara geggjuð sko mér fannst ógeðslega þegar hann drap börnin sko það var svolítið en þú veist bara frá því að börnin komi fyrst fram þá ég hugsaði bara strax ég að fara að horfa á þessi börn deyja nokkuð vel spotta hjá það sko tvær litla stelpur hræddar við skrýmsli eitthvað undir rúminu og svona og þetta Dracula, Nosferatu og Count Orlok og svo fokk sama sko þetta bara matur fyrir honum þetta ekki það maður ekkert að sjúa blóðu úr einhverjum krútlegum stelpum sko en jú, það var nýtt líka það var ekki í gömlumyndinni og hann var ekki mikið að gæða sér á börnum í bókinni þannig að svona, ég vissi eins og þú þetta óhjákvæmlegt en mér finnst þetta mjög átækanlegt þegar að því kom ég sé fyrir mér að ég sé að fara að leita ofta á YouTube að Bill Skarsgård sem Orlok sko röddinn hans, þetta svo góð rödd
Já þú veist, hvernig var þetta Talum já, hvað var það var svona Darth Vader í honum, sko og svona távering stundum hann fyllt alveg út í bara tjaldið, sko og svo alltaf svona andatöfn eins og Vader, sko ég gæti ekki stilt mig að tengja það yfir, sko Nei, sko, alltaf í gömlmyndinni þar hann svona ógeð sköllóttur með löng eyru og þessar hendur sem eru íkonískar, sko og þetta svart, þetta þögulmynd, sko þetta svo Chaplin, kemur alltaf bara svona texti, segja þér hvað í gangi, sko og ég var að horfa á hann daginn og ég búin að horfa á hann og hún samt, það einhver óþægilegur hryllingsvæp í henni, sko í upprunalegu Já, og svo ef ég horfið á hana, sko þetta svolítið svona komíst hann að hreyfa sig svona stundum eins og að dansa eitthvað fáiðadans og svo heldur hann sjálfur á öllum kistunum sínum, sko, út í vagn þegar hann að stinga af til London þá var það svona svolítið fast forward, sko og þannig að það mjög auðvelt bara detti bara að hlæja, sko en það er eitthvað þarna og meina, þetta 100 eitthvað ára gamalt og þá var maður svo Dóra var svona horfður áslun á mér í orðunum daginn og sagði alltaf þú voru pældi fólk bara hafði aldrei séð neitt svona áður þú voru bíó og bara eitthvað bara geggjað, sko ég er alveg sammála, það eitthvað svona ónota tilfinning frá upprunalegu myndin sem að fær bara á því að horfa á hann, það eitthvað ég get samt ekki nefnt nákvæmlega hvað það eitthvað svona það líka þessi Weimar kvikmyndaeffekt svona bara Metropolis og Caligari og allt þetta þýska, þessi skuggarnir og allt eitthvað svona teigða tökur sem eru svolítið svona unsettling ég get reyndar nefnt hvað það eða þú veist allan að hluta því sem óþægilegt þetta bara það að þú veist þetta gamalt og maður svona trúir því einhvern veginn ekki að svona special effects séu komin eitthvað langt þannig að þegar maður að horfa á þetta og sérstaklega búningadeildin fyrir upprunalega myndina að mann líður svolítið eins og þetta hafi bara verið svona, eins og þetta sé ekki bíómynd svo mikið sem að þetta sé heimildamynd þannig að ég held að það sé svona allan að hluti af svona ónota tilfinningunum frá því að horfa á upprunalega myndina sem ekki til staðar Nei, hún þetta því að veist, við getum gert allt núna það allt mögulegt það allt mögulegt meðal annars á þetta 3 sem að koma bíó en sko á Rotten þá þessi nýjasta, hún sérst í 85 í Critics og 74 í popcorn víternum fólk lofar hann og 1922 myndin hún hins vegar sko í 97% í Critic þetta líka verðum alltaf að smjara fyrir einhverju sem var geggjað í gamla daga, sko og 87 í popcorninu en svo það svo sem við hefum ekki ennþá nefnt, sko sem 1979 myndin endurgerðin Werner Herzog og Klaus Kinski leikur vampíruna ég held að Werner Herzog var bara starfsleikur og Bruno Ganz Hitler úr Untergang, hann var húltinn í henni og hún í 94% og 83 í audience þannig hún þykir svona góð Já, ég sá hana, sko, þegar ég var í hryllingskursinum í háskólanum það náttúrulega svakalega mörg á síðan, sko og hún svolítið svona minn með alveg opvoslega svona draumkennd og svona mjög skrítin bara hálf myndin í minningunni eins og hann bara að koma sér upp í kastalan, sko stoppa og setjast á stein og en náttúrulega geti ímynd ykkur Klaus Kinski hann var nú ekki beint frínlegur bara in real life, sko hann var mjög og hann var alveg í sama lúkki og þessi gamli, sko en hvað að frétta Werner Herzog? Ég held að hann væri bara að leggja Mandalorian Já, hann tók bara það gekk bara til þess að losa cash til þess að gera eitthvað výrt, sko en jú, það alltaf eitthvað við þessa mynd og eitthvað allt mjög svona töff og cool og alveg klálega og ég held að mér finnst þetta sko besta mynd þessa Eggers ég skildi ekki sírutrippi í vitan með Willem Dafoe og Pattinson einmitt, sástu Northman ég var bara að horfa á Northman bara í sjónvarpinu núna daginn Rúf var að sína hana ég bara vildi alls ekki sjá hana ég bara hafði svo vont væp fyrir henni, sko Sjón og Björn come on Nei, og mér finnst það einmitt vestu lutandir af þeirri mynd, sko hún aðeins of svona verður aðeins of Já, en einmitt og þetta náttúrulega
ógeðslega generísk og basic saga, þetta var eitthvað svona bara hvað heita, Hrafnir flýgur eitthvað, bara önnur hvora svona hemda drama sem þú séð sko þar var nú bróðir Bill, Alexander Skarsgård aðal gæinn þar sko en hún hélt mér samt og ég hafði alveg bara mjög gaman hann og þá þessi leikstjóri greinlega alveg með auga sko. Þessi Northman líka alveg moranda solid sterkum sko markaðsvingillin sko, núna einmitt að seljast, það rókseljast ég veit ekki hvað ég missa röddina hana þú komst á rafskútu í Frosti í fyrsta sinn, í 3 vikur Nosferatu, henni að ganga vel í bíó sem því bara ekkert, hann bara að fara að vera eitthvað svona dæmi sko. Eilister? Já, ég meina hann bara að fara að gera það sem hann vill, held ég. Já, var hann ekki bara komið þangað strax eftir þess að vits, hún var alveg rosalega powerful folk horror sko. Hún var alveg hróttalega ekki. Hún var, sko, hún var svona creepy sko. Hún var mjög creepy, hún er mjög óþægileg sko. Það er svona óþægileg mynd. Já. En ég reyndi að horfa á The Northman og mér fannst hún ótrúlega leiðileg og ég gafst upp mér fannst hún bara eða þú veist ég bara svona ég pása hana og þá sá ég hvað mikið eftir henni og ég var bara svona ég tími ekki meiri tíma í þessa mynd og fóru regla bara að skrolla Instagram ég leisti það með þegar ég farið í bíó það sem ég gati ekki hann fórst á hann í bíó ég er náttúrulega með svona yfirskilið svona sixth sense þegar kemur á bíómyndum ég bara finna bara í kosmos og væpi bara já nei þetta er ekki við erum ekki að fara að væpa hér sko ég þarf ekki þetta pás og ég hefði ekki viljað einmitt vera sko trappt á þessari mynd í bíósal sko en það er svona kom mér alveg ánægilega óvart þarna þegar ég var með hana bara í gangi í sjónvarpinu sko var ekki þessi er betri, Nosferatu miklu betri þetta er meira eitthvað sem hann vil gera þú sér það alveg, hann er bara mikill aðdándi maður finnur alveg fyrir því og svona líka, það er svona alls konar svona flott svona atmos og stuð í þessari mynd og það var alveg kom svona Exorcist-kabli hann bara fór að lóðbent í Exorcist þarna í einu atriðinu bara þegar hún var með hann andana í sér alveg Krei Tjóð leikunum það vel maður elska þegar þetta er sko þegar svona exorcist-atriði eru gerð vel þá eru þau svo ótrúlega góð þetta myndi mig á ég veit ekki hvort Oddur hefur sannlega ekki séð það en það voru þættir sem hétu Penny Dreadful með henni Evu Green og þar er einmitt eitt svona exorcist-atriði og það er fyrir mér bara besta exorcist-atriði það var geggjað en þetta myndi mér svolítið á það Fyndi á nefnir Evu Green ef ég sagt ykkur frá því þegar ég hitti hana ég seti einn með henni í herbergi sko. og hvað sagður henni? Ég man ekki, hún var ógeðslega næs til, þetta var út á Casino Royale sko. hún var nú kannski ekki orðin rosalega fræg þá sko. bara huggulegasta kona, mjög skemmtileg hún er ótrúlega falleg kona, alveg bara þá er ég búin að koma þessu til skila, aftur mjög gott Heyrðu, en því að vampíran, kynlíf og allt þetta, bla bla ég hef nú sagt þetta við áður í einhverjum þætti sko en að því að við vorum að fara að vera með Nosferatu þátt og fór ég sko í gamlan harandi sko sótti gömlu glósurnar mínar held að vera 95 sem ég var í áfanganum hryllingur í bókmyndum og kvikmyndum eitthvað bla bla Áttu glósur á hörðudiski frá 1995 Já, líka handskrifar glósur í stílabókum í kössum upp á lofti sko. Ég er horter sko. Þú ert horter? Nei, ég veit ekki, ég var alltaf einhvern veginn Þetta reynist vel stundum sko. Já, það er einmitt, það er svolítið svona Þú ert líka horter, Bríð Nei, ég hef ekki neitt Ég hef aldrei átt hlut Nei, en það er stundum eins og Kristján Sleiter sagði í Trúróman sem ég man ekki hvort ég er búin að skikja til að horfa á sko það er betra að vera með byssu og þurfa ekki að nota hana heldur en að þurfa byssu og vera ekki með hana sko. Þannig að það er svona best að halda í svona Make sense En þess að trú á ég alveg heilu bóka metarinn af bókum Dracula og vampiruna sko, keypti eina í bóksastúdenta í gamla daga sem heitir bara Dracula, the novel and the legend og höfundurinn heitir svo skemmtilega Clive Leatherdale og sko
Þetta klámstjörnina og svo hef ég skrifað sem sagt í eitthvað ríkja sko, skáldsaga Bram Stokers af flestum sem hann að fjalla talin vera kraumandi pottur kynor og vafasamra kynlífsathafna þar sem öll boð og bönnur virta vetti og ekkert heila og þessi Clive Leatherdale segir að þeirra við sem bregðum upp kynlífsglerunum þá þegar texti bókunar lesin með kynlífsglerum á þar finna tælingu, nauðgun, náhneigð, barnagirnd, sifjaspell, framhjáhald, munnmögg, blæðingar, kynnsjúkdóma og gæjuþörf. Hvað viljið þið meira? Og gæjuþörf. Já. Og lykillinn að þessu myndmál einfallega að skipta kossum út fyrir samfarir og blóði fyrir sæði og þá erum við komið með ólgandi klámsögum. Hvar fær konan svona kynlífsgleri? Ég veit það ekki, þetta er svona fræðilegt hugtak sko, þetta er svona textagreining. Já, ég sendi á vini mín og við erum svona hópur sem fórum oft saman í bíó og ég sagði þeim að ég var að fara að mæta í hana þátt og spurði ég hvort það væri eitthvað sem það vildi að ég myndi minnast á og það var eitt sem bað mig að minnast á implied náriðilsatriðið í lokmyndarinnar, svona rétt þess að ekki já, þannig að þegar Aaron Taylor Johnson klárast einmitt já, út af því að ég svona hann fyrir gröfuna hann opnar gröfinni á konu sinni, kissir hana og svo sáu hann aftur og þá hún sko með fótinn svona upp þá hann búin að setja fótinn svona upp yfir sig einhvern veginn, þannig að það svolítið svona gefið í skina að hann hafi farið að riðlast á dauðu konunni sinni sem ég finnst rosalega skrýtið, mér finnst það rosa óþarfa viðbót þetta hefði verið miklu dramatískar en hefði bara skriðið hana mér hefði fundist það rómantíst ef hann hefði bara skriðið ofan í gröfina og dáið en það þurfti ekki þetta implied kynlíf rosalega mikið grettaði mitt en þetta er náttúrulega samt, sko, hann er samt náttúrulega bara fer í súbtekstan sko, eins og það er búið þennan lesátt á Dracula sko. Og þarf svona aðeins að koma því að og fleiri svona atriði sem voru svona það var náttúrulega svolítið mikið alltaf verið gefið skyn og ef við viljum sko túlka Dracula á þennan hátt þá náttúrulega bara verið að gefa skyn þetta er náttúrulega, ég sagði nefndir dæmið það í Coppola myndinni þegar Lucy að deyja og þeir eru 4 sem að gefa henni blóð þess að dælt í henni blóð úr 4 og ef við erum búin að svissa blóði út og sæði inn þá er það er hópsex senum sko í Dracula gaman að þessu en hvernig fannst ykkur loka atrið? Síðasta atrið í myndinni það sem að þau eru upp í rúmi mér finnst það flott ég er svo ótrúlega online að ég hugsaði bara mér langar að taka screenshot og búa til meme úr þessu og já, ég sagði hluti á leiðin út úr þessu bíóhúsi sem ég ætla ekki að segja núna en ég sagði hluti ég var alveg hrifin að þessu þetta er svona var svolítið bara svona loka rammir alltaf bara eins og eitthvað svona málverk eitthvað svona voða en þetta er líka því að þarna er hann alltaf að leysa einhvern veginn úr sko sögunni eins og í gömlu myndinni nema bara á aðeins meiri svona dramatískan hátt því að alltaf vampýrurnar hafa til einhvern til þess sko bara hvað hétt hún með George Clooney og Tarantino hvað hétt hún? Vampýrumyndin Batman Forever Tarantino From Dusk Till Dawn já, þú veist, það er eiga svona til að springa eða föðra upp og eitthvað og alltaf Stan Vest, þetta sé ekki sjónvarsþáttur núna sko, í gömlu myndinni hann gleymi sér þarna yfir henni þá kallar Haninn galar og sólin rís eins og í nýmyndinni og þá fer okkar maður svona bara svona eitthvað svona breakdans við gluggan svona fram og tilbaka veifandi höndunum og svo bara hverfur hann sko tekník bauð ekki bana það er bara leikarinn í mynd svo bara klippa og horfinn sko hver var pælingin, akkur fór hann í breakdans hann var, ég veit ekki hann orðstóttur skrýtna hreyfingar hjá sem Max Reg var eitthvað veifaði þessum klóm eitthvað og svo var bara svona eitthvað reykur á gólfinu sko og þarna sko eins og hvarf hann ekkert sko hann bara svona brannaðis svona annarstigs bruna en drafst náttúrulega svolítið tött sko þetta loka skot myndi mér svolítið á þarna Annihilation myndina þarna hafið séð hana þetta er þarna Netflix já, Natalie Portman já ég hef séð hana
með hann að hjúpurinn kemur hana. Já, þetta myndi mér svolítið á atriði þegar að finna þarna mannin í sundlauginni sem var svo pósteri líka fyrir myndina sem var svona búið að teygja stúrunum þetta var svona, mér finnst það fallegt sko, þetta hefði alveg getað verið pósteri fyrir myndina ef þetta væri þetta var mjög fallegt lokaskot Já, en það sem að ég ætla að koma á sko, þetta náttúrulega einhvers konar endurgerð en samt ekki og það náttúrulega hérna í gömlumyndinu svona nokkuð svona bara íkonísk skot vampíran hérna í skipinu svífandi hérna og eitthvað fleira þetta er bara svona einhverjir náttúrulega bara reiðgaðir gamlir filmurramar sko sem ógeðslega töff og Egger stillir sig sko hann endurgerir ekkert af þessu þetta ekki svo hérna þegar Gus Van Sant endurgerir Psycho bara einhvern veginn ramma fyrir ramma Eggers, hann sleppur í allavega að vera ok, ég geta að koma hérna með modern tækni og allt og spæsa upp einhver episk skot sko. Það ekki nema bara í restina það hérna, þegar hann að koma til hennar klædnar svona skuggi sko, sem að færi svona upp tröppur og svona það var lengra og það teikt á því í nýjumyndinni en svona eitt af þessu íkoníska úr gömlu sko. Þannig að ég langar aftur sko. Já, geðvitt, það geggjað Mér langar alveg að horfa á hana aftur núna þegar ég að tala um Já, líka sama hér, það alveg áhugin alveg að kvikna sko og Magnús finnst mér eiginlega þú veist, með einu röngu leikaravali hefði þessi mynd geta hrunið bara eins og Spilaborg sko. Er það ekki? Jú, sennilega, jú, líklega en hérna, já, þú nefndir hann hérna læknin, sem hérna pappinn í Vits og svo var hann hérna eitthvað svona skipstjóri í þessu Northman, hann hérna sem læknirinn í þessari þetta það með röddina líka Game of Thrones já, ætlaði að flytja hann held ég ekki í vitamyndinni en annars hann greinilega mikill regular sko og hvað hét hann í þessari mynd Dr. Wilhelm Severs og hann Dr. Seward í bókinni sko já og svo náttúrulega þessi nokk geðbilaði sem að fastegna salinn sem að réði okkar mann á ferskum forsendum það var náttúrulega sturlu típa og hann var svo í þögglu gömlumyndinni þá þessi karakter líka alveg ferlega kúki svona svolítið sviparlúk og alveg bara hoppandi, skoppandi svona eitthvað það allt, svo íkta reyfingar alltaf í þessum þögglumyndum en hann var alveg eða bara amazing í þessum mynd sko. ég hrifnar af þessari mynd núna eftir að hafa tekið þetta spjall heldur ég var en ég vil samt árétta eitt var það sem hann Oddur var að segja hérna áðan ég elska vampírur og ég horfi á rosalega mikið af hryllingsmyndum þannig að við erum svona ég vil ekki vera sett í saman Nei, mér finnst það samt alveg augljós sko að þú varst fyrir vombriðum sko, vildir fá meira sker og svona sko, og mér Oddur var alltaf rosalega fegin sko, bara ég var ekki rættar en þetta Ég vildi bara hafa þetta bara eins og líkali blond eða eitthvað sko, bara sama sögðfrán Ég hef rosalega gaman af það rosalega mikið af svona góðum hryllingsmyndum að koma svolítið út núna og síðasta ár var rosalega gott ég rosalega ánægð með þú veist Eggers og ég ánægð með hann, hvað heitir hann sem hann gerði Haunting of Hill House ég man ekki hvað hann heitir já, sem þetta stóru mér, hann alltaf að gera hann gerði Ouija 2 sem að hljómar ekkert brjálæðislega vel en fyrsta var hræðilega og númer 2 mjög góð og hann Mike Flanagan já. Hann gerir hann notar rosalega mikið sömu leikara aftur eins og Eggers og mér finnst gaman, ég hef gaman af svona leikstjórnum sem finna svolítið svona sitt fólk þú veist, þetta ekki að sama leiti og Adam Sandler að búa til sömu myndina aftur og aftur með vinum sínum Kariba Hafseyju heldur, þetta svona já, ég veit ekki, ég hef gaman að þessu Ég skil það ótrúlega vel út því að það líka bara rétt hjá ykkur báðum og ég stöðu farin að kunna að meta hryllingsmyndir meira og meira eftir því sem ég verð fullorðnari sem gerist náttúrulega mjög hægt en líka út af því að þetta bara algjörlega fólk alltaf að tala kvikmyndahúsi niður sko, það fara aldrei nefnir bíó lengur og þú veist og það sé engin svona hugmynda auki í Hollywood og eitthvað en hún öll í hryllingsmyndunum sko. Já, það mest svona, hryllingsmyndunar eru ég núna allavega frjóastar sko
einu sinni, kannski komið 20 ár, þá var talað sko, mesta hugmyndaflugi og frjósuminn var í sko comics bíómyndum svo náttúrulega útvallast það sko og hryllingurinn fyrir náttúrulega bara þetta svona eitthvað svona circular motion sko svo þetta út og en það er upplifun að fara í bíó á hryllingsmynd út af því að þetta svo mikil stemming ég man sko fyrsta skipti sem ég fór í bíó á hryllingsmynd þá var ég of ung og ég fór á mynd sem heitir Prom Night sem ekki upprunalegu myndina heldur endurgerð með henni Brittany Snow en það var ég gleyma aldrei þessari bíóferð út af því að við vorum ég og vinkunum mínar og þetta var svona hálftómi salur en það var samt eins og það væri fullt af fólki og það voru, það voru ykkur strákar aftast og þeir voru alltaf að bregða okkur finna gaurarnir en þetta var samt svo mikil stemming og þetta svona mínu upplifun að ég að fara í bíó á hryllingsmynd því að það allt annað en að fara á Marvel-myndi eitthvað þar sem maður situr allalegin í gegnum kredits til að sjá hvort kom eitthvað eitt það einmitt líka með þessa myndi ég nú talaði áður og tala þetta hryllingsmyndir virkar náttúrulega svolítið eins og geðlyf eða þunglyndið fyrir mig sko. Ég get verið bara tæpur og mér líður alltaf miklu betur eftir hryllingsmynd sérstaklega góða hryllingsmynd og nú hafði þessi Nosferatu ekkert eitthvað svona horror effekt á mig en ég bara var ógeðslega léttur og kátur þegar ég kom út úr bíónu sko, 12:30 þannig að ég fekk þessa hreinsun sko, hryllingseffektið Ég man ekki hvernig ég fór svona sent í bíó Nei Ég bara farin að fara bara 8 það bara síðast því fyrr það skrítið? Það ógeðslega skrítið Já, ég veit ekki, ég er alltaf svo gamall að ég bara vil helst að bara allar sýningar getur verið 4 svo ég get bara verið komin heim fyrir kvöldmat sko. en jú nú komin yfir 30 Já, myndirna sem taka mann út hryllingsmyndir sem maður bara algjörlega maður gleymir staðastund, það mikilvægast sko Já, það var bara allt svo flott fannst mér þarna og stundum sexy og sexy á forsendum sem að manni finnst að ekki alveg ættu endilega vera nýtt mjög sexy sko það þessi undirliggjandi erotík eins og þegar þau fara að sofa saman Holt og Já, frábær, það var öflugt atrið sko það líka því að sko þessi Nosferatu kemur alltaf 22 náttúrulega unofficial svo kemur Universal Studios 1931 þegar Bela Lugosi I never drink wine eitthvað og svo náttúrulega 58 Christopher Lee sem náttúrulega the Dracula og leikir svona 50 Dracúlur sko í Hammermyndum og eitthvað þannig stöf sko og þá hann Tall, Dark and Gruesome sko slagflottur Peter Cushing alltaf þetta er náttúrulega Star Wars menn þetta er allt Star Wars menn Já, en hvað ætla ég að segja sko þá Dracula sko hann náttúrulega bara rosalega mikið svona eitthvað sex íkon þar sko og þá að tala þessi sko Holmwood og Harker sem þessi húlt hana þá þetta svona 3-4 svona vannmáttir lélegir kallar og svona að ganga upp til þess að reyna að losa sig við sko kyntröllið sem að bara stela og menga konurna þeirra sko því að það náttúrulega verið ekkert samar eftir að greifin búin að heimsækja þær að næturlagi sko En það segir mér að það hefði enginn fattað í bara einhver 20 ára að gera vampírur svona glitrandi og fallegar þangað til að Stephanie Meyer gerði það Já, Stephanie Meyer gerði Edward Cullen í Twilight Sko glitrandi, ég held að hún hafi sennilega verið fyrst en vampírur búin að vera sexy mjög lengi og jafnvel þegar þær eru sko ekki mjög fallegar þá samt eitthvað undirliggjandi það alltaf dýrslegt það alveg svona bara kvatir sko en ég meina, bara True Blood það að finna eitthvað meira sexy lið en einmitt bróður hans Bill, Alexander Skarsgård Erik Northman Já, einmitt þetta var náttúrulega Buffy voru mjög sexy vampírur Angel það var Angel sko sem þú veist, já, hann allt í lægi og hvað hétt hún? Faith, ég þykkaði Faith hún var náttúrulega ekki vampíra við skulum hafa rétt skal vera var Faith ekki vampíra? Nei, Faith var Slayer Já. Wow og hún var Elisa Dushku sem að eiginlega bara Harvey Weinstein bara rústaði já. Elsku kettlingin en við hefum ekki glemma vondakallum sem var huganstækur Angel já, hann Spike hann var geggjaður hann og mun alltaf vera kynþokkafylsta vampírasögunar Guð minn alveg
Ég ætla ekki að mótmála Ég var mjög hrifinn hún verður svona ljós, svona aflitað Það var ekki að horfa aftur á Buffy Jú Já, það er svolítið mikið verk Já, þetta er svolítið mikið verk og þetta er ekki búið að eldast og sérstaklega í ljósi upplýsingar sem hafa komið fram síðan að Alveg rétt, en til að standa þessu upp fyrir Buffy þá hann kom ekki droslega mikið nálægt þessum þáttum í seinni tíð Já, ok Það var líka bara góðið þættir. Þetta eru góðið þættir. Pedro Pascal, manstu, hann var að segja frá daginn, hann var átti ekki fyrir salt í grautin en hann fekk hlutverk í einum Buffy þættir. Já, það magnadæmi, sko. Og svo náttúrulega Buffy, myndin sem var komið undan, þar sem að Rutger Hauer var vampíran og Luke Hayden Perry var besti vinnur af Buffy. Það var ekki góð mynd. Svo Lost Boys, það er ekki sér Lost Boys. Nei. Kiefer Sutherland. Nei. Geggjuð. Það er 80s úlinga vampír Kiefer Sutherland, hann vampílur það var vampílur blessi minningu hans hann sprelljandi Kiefer sonurinn sko Donald alveg rétt Donald ekki alveg að press sko alveg rétt sko Donald dáin Kiefer sprelljandi sko Jack Bauer verður ekki í hel komið sko nei hvað að segja Tjóðlega gaman að þess að klukkutíma 5 mínútur geggjað, bara príma 2 tími Britt, hvernig hefur að fá það næst? Bara hvernig sem er Ég elska að tala Það ekki Samt sem minnum á, ertu búin að horfa á þetta Skeleton Crew Nei, ég er ekki búin að horfa á Sama hér Ég heldur Þeir eru nýkomnir út og það er búið rosalega mikið Já, líka um mér Ég er ekki að forðast á sko Ég hef tilfinningun að sé Ég byrjaði á þessu Ég er búin með svona 5-10 mínútur Þetta er bara basically þetta er ekki Er ég að fá heilablóðfall eða er Jude Law í þessum? Já, hann er í þessu Þetta er basically bara ævindri Þetta er bara krakkar sem tínast í gegnum ég var bara búin að horfa á svona fyrsta kortir en ég svona, Goonies in Space og eitthvað svona og samt einhvern veginn bara í svona suburbia það geta verið hverfið það sem Elliot var með E.T. bara eitthvað Akkurat magnað En voru Ahsoka þættin búnir að koma út þegar við tókum Star Wars þáttin í mann það ekki? Held það, ég held það alveg örgulega Já Þeir voru búin að ég manna út af röðinu á þáttunum í okkur við tókum Ahsoka fyrir í allra fyrstu þáttunum það var sumarið, var þetta ekki sumarið 2003 eða? Hvað tíminn líður svo hratt sko Tíminn er ekki raunverulegur fyrir þess Nei, kannski ekki vorið 2024 kannski, ég man ekki þetta er allt komið í rugl þetta er allt í velg Við byrjuðum í júli 2023 ekki? Jú, en svo komum við Ahsoka kannski haustið eða eitthvað ekki Ég man ekki eitthvað sem við erum að segja frábært að vera hérna á Reykjus geðveitt kaffi þetta er ekki geðveitt kaffi ótrúlega gott kaffi geggjuð aðstæð líka flottast aðstæð þægilegi stólar og svo bara er bara verið að færa út kvíðarnar þá er alltaf að bæta við við erum að opna starfstöði á Laugavegi 27 og þar sko er kaffi að handan sko, kaffi er gott hér sko getur við tekið upp þar eða? Nei, ég er ekki búin að kíkja á aðstæðu sko, en kaffihúsi er þannig sko, þú þarft að vera svona regusmember wow, love it það er eitthvað bara tómur að flytja þetta inn Nei, þetta er frábæð þjónusta sko mælum með þessu Já, allan daginn bara þannig til næst, bara fara á tófólk og vera með þú getur bara upplýsa strax bara þannig til næst það er maður búin að melda sig í Squid Game 2 umræður þetta viku fengur bara pönt, bara maður sem bara ég er að koma að tala við ykkur Squid Game 2 Já, er það? Já, og við ætlum ekki Svo sendur mér skilabóð daginn sko hvort að við erum ekki geimið að fá Véstein í Squid Game Það er hann Svo stendi ég fyrir utan á hann og bæði að reykja og býða eftir þér og leita bríð mjög mikið að gera hann og gengur Véstein framhjá Nei og ég, það var svo mikið fátt á mér í þekktan kannast ég við þennan Eru þið nokkuð að fara að taka upp Squid Game núna? Næstu því en hann gengur fram og svo kemur hann tilbaka og Tóti hvað? Er ég ekki on bara? Squid Game í næstu viku? Ég sagði, jú, hvað var ekki áttum að láta við þetta? Nei, hann svara mér aldrei og hvað það er náttúrulega algjörð Ég viðkenni það alveg ég var næstu búin að senda skilabóð á þig Emilíu Pérez því að mér langar alveg smá að tala þessa mynd hún er rosaleg mér heyrðist að við þurfum að taka sér þátt hana ég meina, það fara allir að tala hana eftir nokkur þetta er stóra myndin á verðlauna það sé nokkuð ljóst sko, já
Við þurfum bara að steppa up our game í glápinu. Það er nefnilega málið. Ég er náttúrulega að festa mér sem landmann núna. Herðu, ég er líka að byrja því. Og svo var ég að horfa okkur annað og svo var ég alltaf að horfa okkur gamla myndir og svo bara fer Lofin Dóttir SVU bara að koma úr heiðis bara næstu viku eitthvað. Þú hefur ekki tími að horfa Lofin Dóttir? Nei, ég held ég þurfum að fara að vinna í aftur að verða atvinnulaus. Ég held að það sé eina lausn sem eitthvað vittir í. Heyrðu, en það ekki bara. Takk fyrir okkur, Bríet, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk fyrir að hlusta. Takk til næst. Já, nefnilega.